Allt sem varaðir við eða bannað verður umsvifalaust spennandi. Freyja tók sér stöðu fyrir aftan Huldar og horfði yfir öxlina á honum. Hann leit við og lyfti brúnum en rak hann ekki frá. Hann hélt kannski að hún væri enn móðguð og vildi ekki styggja hana frekar. Hann renndi hratt í gegnum myndir af Árbakka og nánasta umhverfi sem teknar voru að haustlægi. Grasi grónir árbakkarnir slúttu yfir ána og margar myndana hefði mátt nota í ferðamannabækling ef ekki væri fyrir líkið af föður Rósu. Maðurinn lá á bakinu nokkra metra frá ánni, líklega eftir að hafa verið dreginn á þurrt af vini sínum og vitninu. Hendurnar lágu út frá líkamannum og fæturnir voru einnig í skærastöðu, eins og hann væri nýfallinn í mjöll og myndaðist við að búa til snjóengil. Maðurinn var skegglaus og virtist yngri en á myndinni sem fylgdi minningargreininni, þar sem hann var með alskegg. Fyrir vikið sást vel í galopinn munnin og Freyja taldi líklegt að einhver hefði reynt að blása í hann lífi, án árangurs. Augun voru einnig uppglent í eilífri störu. Freyja leit undan þegar nærmynd af andlitinu birtist á skjánum. Þetta var orðið ágætt. Hver fjandinn? Huldar færði sig nær skjánum. Ég hef séð þennan mann. Hann ýtti stólnum aftur á bak, teygði sig í kassa hjá skrifborðinu og dró upp úr honum plastpoka sem innihélt myndaramma. Hann lagði pokan á borðið og sletti úr plastinu. Sjáiði, er þetta ekki sami maður? Freyja beygði sig niður að myndinni og skoðaði hana á meðan Guðlaugur kom yfir til þeirra. Þetta voru 3 menn í veiðigólum, hver með sinn laxinn, og jú, hún var ekki frá því að einn af mönnunum væri pabbi Rósu.